Sælveriði, ég var hér, flugusmiðinni. Í kvöld ætlum við að nýta flugu sem að ég segi ekki kannski hún sé alveg gleymd, en það er ekki langt í það hún gleymist. Þessi fluga er held ég bara til á einum stað skráð niður og það er í bókinni Veðurflugur Íslands. Og þessa flugur að finna í bókinni góðu á blaðsíðu 41 og heitir Fiskilækjaflugan og er eftir Jón Sigurðsson, góðan vinn minn og lærimestara í þessu sem nýtingarnar eru. En Fiskilækjaflugan er sem sé kennd við Fiskilækjavatn sem er þarna milli Akraness og Borgarness í Melarsveitinni, og samkvæmt uppskrift þá er gullbroddur á þessari flugu bara eins og á laxaflugu. Þannig að við byrjum að skella broddinum á hana. Það er nú frekar lítill broddur á henni en höfum hann með að því hann er í uppskrift. Svona. Það er ekkert stél á þessari flugu, en þessi fluga kann vera mjög góð þarna í Fiskilækjavatni og fleiri vötnum svo sem. Hún á að veiða alveg annar staðar líka. Næsta sem við gerum, það er að setja á hana peacock fanir. Það er að segja, við tökum þetta úr langar fanir fallegar, 6 stykki saman. Við fljótur að vefja búkin með þessu, klippum þær bindum þetta niður. Þannig passa samt að skilja eftir pláss út af vængnum, og þurfum við skegg á hana líka, þannig að það verður að passa skilja eftir pláss fyrir það. Svo kemur þetta bara utanum búkinn á henni og gerir hana dálítið feita og pattaralega. Svona. Við höfum ekki fara með þetta lengra upp á plásið. Þessar fjæðrið sem standa eftir, þetta má nota bara í einhverja aðra flugu eða jafnvel aðra svona flugu. Það er algjör að henda feitum bunka góðum fjörum. Næsta sem að kemur þá, það er skeggið á fluguna. En skeggið er úr svörtum hana og við erum með svarta hanafjöður hérna. Svo er ágætt að nota snúningin á þessu bara. Þetta á ekki að vera neitt voðalega mikið skegg, þetta er bara svona rétt. Svona. Og vængurinn á flugunni, hann er úr páfuglsfjöður en hann er úr sverðfjöður af páfugli. Ekki þessum hefðbundnu stélfjöður, og við erum að tala svona 5-6 fanir af sverðfjöðurinni. Eitthvað svona. Svo er þetta lagt á móti hvort öðru. Svona. Þannig að þetta standi upp úr svona. Nú verður fallið og vængur úr þessu. Svo kemur þetta á hana. Og þá klippum við þetta til. Svona. Og bregðum vængunum á hana. Svona. Og þá er ekkert annað eftir að móta hausinn á henni. Hún er nýtt á tvíkrækju í bókinni, þess vegna er ég að nýta hana á tvíkrækju fyrir ykkur. En annars væri með hana bara á einkrækju ekki það. Þetta virkar alveg að nýta þetta á einkrækju líka. Þá er ekkert annað eftir en bara hausnútur, tvöfaldur og svo lakka á þetta. Og þá er flugan klár. Sjá, þetta lítur bara vel út, já, það er alltaf leið þú ert að standa aðeins upp úr. Eina sem er þá eftir að gera, það er bara að bregða á hana lakki, ef að nálinni ykkur stærðina. Þá er lakkið klárt, þá bara bregðum við á þetta aðeins að læsa, eða öllu heldur blinda auga á króknum. En skellum á þetta skeggi, undir við skeggið, láta lakki allan hringinn. Svona. Og þú er alveg öruggur að það sé ekkert í
augan á henni svona, þá er þetta að taka fjöður hérna og nota í þetta, er fínt í það. Þá er þessi fluga klár eftir meistara Jón vinn minn heitinn Sigurðsson. Fiskilækjaflugan. Ég þakka ykkur kærlega fyrir áhorfið og þau með endilega gerast áskrifundur á rásinni og setja like á vídeo og deila sem þið viljið. Að öðru leyti þakka ég kærlega fyrir mig og við sjáum hress og kát í næsta vídeo. Takk fyrir.